Já. Þegar við erum að fást við einhver verkefni sem að eitthvað gerir svona koll á kolli, þá er gott að bæði hægt að nota púlsalínurit eða svona tímalínurit sem sagt, og flæðirit, og þá er þetta draw-forrit mjög þægilegt í það. Og þetta er undir forrit í efninu hjá okkur í áfanganum. Ef við förum ég er aðeins bara byrjaður að finna það sem ég ætla að nota í þetta. Ef við segjum að þetta er ok, þetta er fyrir umferðarljósa stýringu, þá segjum við ræsum þetta kannski með S1. Getur það passað S1? Getur það passað að það sé í verkefni 5, heimaverkefni 5. Þar erum við með umferðarljósa stýringu og já, það er þrýstirófið start er S1, stopprófin er S2 og svo eru þessir götuvita rautt, gult og grænt. Og við gerum þetta bara einfalt. Í rauninni þá er önnur aðferð sem að er með svona eiginlega minnishólfum sem að er hliðrað til eða það kemur alltaf næsta minnishólf sem að er sett fram til þess að stjórna hvaða ljós er kveikt og hvaða ljós er slökkt. Við förum ekki í það núna, en það getur verið að við lítum á þá aðferð seinna. En við þurfum að setja inntölu á run. Við setjum ítum á S1, það er startrófin, og þá kæmi rauðaljósiðinn. Það segjum bara rautt. Svo sjáum við það er líka þetta svo eftir að tengja á milli. Þá þetta sé þetta stækka þetta og þá getur maður farið í að tengja á milli svona og velur maður hvernig maður vill hafa línuna. Já, ok, þá kemur að ljósa að ég er ekki með þetta alveg. Þú getur líka klikkað á þetta draugaöruna bláu eða hopnar yfir rann. Þannig að draugaörun Þessi já. Aðeins niður. Smellir bara á hana. Já, ég bara færi þetta aðeins til kannski til þess að stilla þetta af. Sniðugt. Svo líka ef þú klikkar á merki sem þú ert ekki búin að gera fyrir neðan, þá getur að fara möguleika meira til að bæta því. Frábært. Og þannig höldum við áfram með þetta og tengjum þetta svona áfram. Og þannig að þetta kemur yfir á, þá verður rautt sem sagt, og síðan kemur þetta yfir á tíma, svona. Ok. Rauðljósið, skulum hafa það kannski í 5 sekúndur eitthvað svoleiðis, skrifum bara 5 sekúndur, þetta er þá tímaþáttur inn í þessu. 5 sekúndur. Og það sem gerist næst, það er að gula ljósið kemur með, gult með rauðu. Ok, með þess að kemst fyrir. Og síðan bara er alltaf tími á milli. Þá þegar gult með rauðu er búin að vera smá stund. Ok, það er svona. Þess að segja að það sé þá bara 2 sekúndur eða eitthvað svoleiðis. Kannski dálítið langt, það er 1 sekúndu. Og förum í formúlunar á eftir, en aðeins skoðum hvernig við getum gert þetta rautt með gulu, þannig að gult með rauðu, og síðan kemur þá grænt á eftir, að þetta er búið að vera svona í smá tíma, og þá setjum við bara þennan kassa fyrir neðan svona, og já, það er bara komið svona, og þá er þetta grænt. Eftir það, þá kemur tími,
hann kemur þá hérna fyrir neðan og síðan kemur gulljósið eftir græna svona og það kemur þá hérna er þetta ekki sirka í miðju svona já ekki alveg og þá er bara gullljós því að hérna gullt eftir grænt þetta í tvær, nei, ok gullt eftir grænt og það er bara í ákveðin tíma setjum tíma inn þar og í rauninni þá er kannski hægt að já, þá bara eftir þann tíma þá getum við farið með hérna línuna alla leið upp aftur ok, við setjum hérna þetta hérna áfram niður og já, ok svona aðeins liður þessu svona og svo tek ég hérna nei ok, Ctrl Z það virkar, það er flott þá ætla ég að já, það kemur svona grænt eitthvað já, hvernig getur maður beygt? Ítmaður eða smellimaður eða nei hvernig getur maður beygt þetta ekki á leiðinni? Það hlýtur að vera ef maður ítir á shift eða eitthvað það er spurning, getur maður farið inn á miðja já, þetta er bara alveg í öllu öðru ok, þá bara dregur maður þetta til býr til, já svona þannig að þá hérna það sem þegar þetta er búið þá getur maður farið hérna áfram í og haldið hérna áfram bara lögum aðeins tíman á þessu já, býtum við þegar að gult var búið þá já, þá kemur bara rautt aftur og það er bara þannig og þá kemur það í rauninni bara hingað svo hérna beygjum við, já, gerum við beygja á þessu svona ok er þetta þá ekki bara orðið svona sæmilegt sem sagt við setjum intron á run við þrýstum að S1 rauðljósin kemur inn eftir 5 sekundur þá kemur gulljósi með rauðu og eftir 1 sekundu þá kemur grænt ljós og við skulum hafa það í 5 sekundur sjáðu, svona getur verið að hanna einhverja stýringu og svo þegar grænljósið búið að vera í 5 sekundur þetta má það vera lengur og þá hérna kemur gult eftir grænt og það verður í 1 sekundu og svo hérna kemur rauðljósið aftur þetta er þá í gangi allan tíman nema það sé ítt á já, bara S2 bara einhvern tíman hvenær sem er að þá hérna förum við hingað sko og spurning ég er bara ekki alveg með það núna hvar væri best að setja það inn á myndina það er örugglega til einhverjar útfærslar á því þannig að maður gæti kannski sett mér dettur bara í hug núna kannski getur maður sett eitt kassa hérna sem maður myndi bara heita ef það er ítt á S2 ég veit ekkert hvort þetta sé löglegt sko getur vel verið að þetta sé alveg kól ólöglegt þá fer þetta bara hingað inn á já, ég get stilt lengdina á þessu líka þá fer það hingað og þá bara býður eftir að S1 kemur inn þannig að ef einhver staðar hérna í leiðinni væri ítt á S2 og þá myndi það bara rjúka hingað stoppa þetta tölum að væri ennþá að run skiljiði þannig að þetta er eitthvað af því sem að við hérna, erum líka að taka fyrir það er flæðrit en flæðrit notum við líka sem sagt í inntöluforritum og það gerum við í seinni áfanganum sérstaklega ég geti samt sýnt ykkur á það aðeins ef að tímið finnst til en þá skulum við fara í eitthvað annað skulum kannski taka hvernig getur maður
Getur maður kópera þetta allt saman í einu? Ja, kannski, hvernig var það? Maður velur þetta allt saman, segir Ctrl+C og fer í verkefnið. Getur maður að setja þetta hérna? Fyrir neðan. Þetta var svolítið. Já, byrjum við. Við prófum að fara hérna alveg neðst í forritið, sjá hvort það hægt eitthvað að gera. Sjá. Nei, sennilega verðum við bara að taka þetta í hérna. Já, heyrðu, þetta flott. Skoðum texti. Þetta skilst alveg, sko. Þetta ekkert mál. Þetta bara forritunin á þessu. Já. Og þetta hérna líka. Þessum kóða inn í Arduino og þá virkar þetta? Það spurning. Ok, þannig að við þurfum að minnka það niður og taka í snipping tool mynda þessu. Já. Þá bara velja þetta allt saman og reyna að hafa þetta eins stórt eins og hægt er. Ekki hægt að hafa þetta mjög stórt. Svona. Þetta alltaf óþarfa spandering hérna. Nei, ég þarf að setja hornin. Því villis. Svona. Nú næ ég þessu betur. Það er það með þessi aðeins stærra eða hvað? Nei, næ þessi. Ok. Þá get ég farið með þetta yfir. New. Ég gafst upp á því að biðja svona mynd. En við gerðum þetta yfirleitt bara saman í tíma. Setja svona flæðrit. Copy yfir í þetta hér. Þetta getur við sett í rauninni hvað sem er. Og já, við setjum þetta bara hérna neðst. Þetta til hérna. Svona. Ok, þá er þetta komið inn á. Og það sem við gerum fyrst, það er að útbúa þessar formúlur sem stigarit. Og þá fer ég hérna í nýtt. Hérna. Ok, A er raðtengt við B, en C-ið er hluttengt við hvort það gerst. Það eru tveir liðir í þessu. Það er C-ið annars vegar og svo A, B hins vegar. Þannig að þetta verður þá svona, sem þetta sé I1 og I2 hérna og I3 er þá C-ið. Og það er þá hluttengt yfir allt saman. Svona og ef að setja Q1 hérna inn. Síðan er alls konar hérna svona útfærslur á þessu ef við myndum setja sviga í þetta. Þannig til dæmis ef við myndum setja sviga utan B og C þá myndum við A raðtengjast við svigan. En við skulum ekki flækja málin alveg strax. Þetta er fyrsta, við segjum við næsta, hérna 2, þetta útganginn þá Q2. Ég ætla að setja hérna A, B og C. Og þetta er sem sagt á, við köllum þennan þá brauðsrún 1. Og þá setjum við sem sagt, það er A hérna,
En hvernig er þetta? Nú hliðtengjum við B-ið. Ok. Og það sem að, það er náttúrulega bara 2 liðir hérna inn í sviganum, en sviginn heldur utan þennan hluta rásarinnar og svo raðtengist C-ið við svigan, þannig að þá verðum við að hafa C-ið hérna. Já, það er 3. Það er C-ið. Göllum þetta þá hérna Ypsilon 2. En hvað segir með næstu mynd? Næsta stigarit. Hvernig getur það verið? Hliðtengur ekki A og B og svo raðtengur það verið hérna C og D? Nei. Það eru 2 liðir inn í þessu. Það er plús sem að skiptir liðum. Að það þýðir það að það er nóg að íta á A-ið, þá verður Ypsilonið. Já, akkurat, þetta er ekki sviga. Já, það er engin svigi. Það er engin svigi í þessu. Það er þetta A og svo B, C, D. Já, það verður að vera inni einmitt B, C, D. Allir 3 verða að vera inni. Til þess að Annaðhvort A. Já, annaðhvort A, eða ef þú hefur slökkt á því, að það verður allir 3 hinnir verða að vera inni. Já. Ok. Já, og þá setjum við hérna og það vantar þá D-ið, sem sagt hér er D og ég ætla að setja hérna Q3 og láta kalla hann sem sagt Y3. Tengi hérna út í og tengi hérna yfir. Þetta er alveg leyfilegt, allt svona, en það getur komið upp að maður sé hérna einhvern veginn að ég sá allavega lausnir það sem voru svona vafatriði hvernig maður átti tengja á milli rima. Yfirleitt erum við bara að hliðtengja svona plain. Þannig að forritið að skilji nákvæmlega hvað er í gangi. Ok, skoðum hérna 4. formúluna. Hvernig er það? Hvenær verður Ypsilon í fjarkanum háttgildi? Er ekki nóg að íta á A til dæmis? Er ekki A og D til þess að vinna til þess að væri? Er það bara A? Já, og líka bara Það er bara Já. bara D eða D og C. Akkúrat. Þannig að þá er þetta A, B og C og D. Alltaf þetta D og saman. Já, nákvæmlega. Plúsin skiptir liðum. Já, það er bara þetta sem við þurfum að átta okkur á. Að plúsin er hliðtengingin. Hans skiptir liðum. Alveg eins og í stærðfræðinni. Plúsin segir bara til hvort þetta sé alveg spes liður eða ekki. Já, einmitt. Hérna höfum við þá Q4, svo við séum ekki að brjóta neðra reglur hérna varðandi að hafa sama útganginn oftar en einu sinni. Ég kalla hann Y4. Og þá var það hliðtengi þetta allt saman svona. Og þá er bara að gefa ykkur tíma til þess að klára þetta og aðeins byrja að spá í næsta.
Já, hérna höfum við eitt sviga hérna í 5. Þetta er svolítið trikki rás. Það sem að, sko, já, við þurfum að hugsa sem sagt, ok, við gerðum eiginlega mjög svipaða hluti í númer 1. Við vorum með A sinnum B og svo vorum við með plus C. Og y-ið, þú veist, ekkert mál að setja y-ið í staði fyrir C. A, B, y, C, svo D. Já. Já. D getur verið eins og ljósaprófun eða eitthvað svoleiðis, það veður fram fyrir allt. En þá með þetta y, ef við erum með plus y og summanlega eftir y, erum við þá með inganginn Q5 og útganginn Q5? Já, já. Það er alveg hárrétt. Það er vegna þess sko að þessi snerta þarna y inn í rásinni, þetta köllum við ákveðnu nafni. Við getum bara fyrst prófað rásina og séð hvernig hún virkar. Sem sagt, A sinnum B, það er aðtenging. Og það sem hliðstæðist tengist yfir þetta inn í sveganum er y-ið og við myndum að kalla það Q5 af því við erum með þetta í línu 5. Svona. Svona. Já, er þetta svona, frekar heldur en? Já, ég er með A sinnum B, þetta er A sinnum B plus y. Þetta hérna er allt saman einn hluti inn í sveganum. Þannig að svíinn raðtengist svo við C. Og ég skildi allavega að þú ætlaðir að gera það svona. Já, ég rugglast á einu. Já, ekkert mál. Þá kemur C hérna og plúsin er hliðtenging, þannig að þetta er algjörlega hliðtengt yfir allt saman, þetta D. Og ég ætla bara að setja út í hérna Q-ið hérna, Q5 já, og svo höfum við hérna D-ið, já, 4, ingang 4 og hann hliðtengist yfir allt þetta hérna. Þannig er best að hafa þetta, en svona sagt plúsinn, maður þarf að passa sig á honum, hann hérna skiptir sem sagt þessu öllu saman upp og svíinn hann heldur ákveðnum hlutum saman. Og setjum í gang, sjáum hvað þetta gerir. Já, ég átti eftir að segja hérna y5. Og þá er þetta væntanlega allt saman af á, ef ég hef skilið þetta eftir, já. Bara að hafa þetta allt saman af á rofa, svona, ok. Svo setjum við í gang. Og A og B kemur inn. Og 5 kemur ekki inn vegna þess að þristurinn ekki komin inn. Þristurinn verður að vera inni til þess að þetta, svo ég geti slökkt á ræsiskilurunum sem er A og B. Stoppskilyrið er C, það er 3. Og hann verður að vera í sambandi.
þar til að við rjúfum sem sagt strauminn. Hvað köllum við þetta hérna? Snertu úr útgangi, hvað köllum við snertuna úr útganginu? Sem að heldur sjálfum sér inni. Sjálfhaldur snerta. Já, bara sjálfhald eða sjálfhelda. Já. Þannig að sjálfheldan, hún bara tekur við þegar við erum búin að setja þetta inn þessi 2 ræsiskilyrði og þá hérna helst þetta inni þar til að við rjúfum í 3. Og síðan fjarkinn í 4 hérna, hann er henni bara framhjá tenging hérna. Ef að þristurinn væri úti þá fer hann bara strax út þegar við tækjum 4 út. D-ið út. Já, þannig vinnur þetta. Það er engin sjálfhelda neins staðar annars staðar. Þannig að ekki þar. Já. En sko í sinni einföldustu mynd þá væri rásinn sem sagt þannig að við væri með start, ef þetta væri startstofi hérna og við væri með sjálfheldu hérna til dæmis úr Q6 hérna og síðan væri við megum ekki að setja neitun hérna því að stoppurinn á að vera neitaður. Ég seti bara seti bara í 3 hérna líka og seti inn Q6 bara svona rétt þess að skoða hvernig virkar einfaldlega set reset rás. Sko ég rauninni ætti að kalla þetta eitthvað allt annað, bara set hérna, æð væri set og séð reset. Þannig að þegar við setjum þessa rás í gang þá verður þristurinn að vera inni því það er stopprófin og 6-an er ekkert komin í gang fyrir við þristum á ræsirófan hérna. Þá kemst 6-an inn hérna, númer 6 hérna og þegar ég slekk á númer 1 ræsirófanum A set, það er ræsirófin, það er æð, set reset er þá séð. Svo bara reseta ég og þá dettur straumurinn af sjálfheldunni. Þetta er í rauninni bara mjög einföld frumstæð start stopp rás, set reset rás. Væri þessi rás þá A plus Y sinnum C í afturvísuna? Þú þyrftir að hafa sviga. Ef við myndum hérna setja formúluna fyrir þetta hérna, þá þyrftum við að segja hérna í 6 þyrftum við að segja, er þetta hérna formúlu skrifað? Já, þetta skrifað formúlu eftir stofnum. Ok. Þetta er hægt. Svona, að þá rétt að kópera þetta hérna. Þá er það bara A sem að væri síðan plus Y. Já, Q6 er þá Y6. Það eftir að merkja það inn á. En ég verð að setja það inn í sviga því að allur svíginn, hann raðtengist við séð. Svo er ekkert D í þessu. Það var ég að gera. Það er þess að við tengjum Y fyrir séð í rási. Sko, þetta er bara þá svona. Þetta er þá Y6 hérna. Stopp. Y6. Svona. Þetta er málið. Já, hvernig væri það? Já. Ok. Það væri sniðugt. Ok. Heyrðu, þá hérna þetta var bara svona viðbót við þetta. Síðan að hérna setja þessa hönnun okkur á hérna stigaritinu inn í
nei, já, sem við gerðum í flæðriti. Inn, við séum sagt hérna þetta hérna, ég sko vist þetta bara sem formúlur svona, ok, nýtt skjal og við ætlum að setja inn hérna, við ræsum umsjónarljósin með hérna inn og við náum kannski að tengja þetta upp, hver veit, og hérna ég ætla að nota set og reset sem sagt aðferðina á þessu. Þá setjum við set Q1 hérna og ég hérna, já, það kemur bara fram í tengiskráni. Hérna tengiskráin, Q1 er H1 og Q2 er svo framvegis. Þannig að þetta hérna er rautt. Þetta í rauninni er ekkert flókið. Ég ætla að geyma hérna þessa línu hér vegna þess að ég veit að ég á eftir að fá frá einhverjum tímaleiða aftur merki til þess að setja rauðljósið aftur inn. Og það sjáum við þá hérna að þessi tímaleiði hérna, hann á eftir að setja inn. Ef að þetta er tímaleiði 1 þá er þessi númer 2, þessi númer 3 og þessi neðsti númer 4. Ok, ég get bara sett hérna TT4, setja þarna 1 sekúndu á hann, smetla á accept. Þannig að ég ræsi hérna Q1 eða rauðljósi aftur eftir ákveðinn tíma. En það væri kannski svolítið sniðugt að af því að gula ljósið það er eitt og sér og rauðljósið er já, rauðljósið má vera alveg hérna svona. En af því að gula ljósið kemur tvisvarsinnum fyrir á mismunandi stöðum í rásinni, þá myndi ég nota fyrir gula ljósið, þá myndi ég setja þess að innri útgang. Svo 2 innri útganga. Gult með rauðu er annar innri útgangurinn og gult eftir grænt er hinn innri útgangurinn. Það sem gerist næst er að við setjum snertu frá Q1 út á tímaleiða, fyrsta tímaleiðan, TT1 sem segir til hvað við ætlum að hafa rauðljósið lengi í gangi. Og það voru 5 sekúndur ef að hafa 5. Það er dreipur engan og það getur skrifað það í kommenti hérna sko. 5 og svona réttir að minna okkur á hvaða tími er og hvað er hans stað. Ok, næst hérna þegar tíminn er liðinn þá setjum við rauðljósið inn. Þá er það snerta úr tímaliðanum sem að sendir straum á innri útgang M1 sem að heitir og ég held að við getum bara haft hann venjulegan vegna þess að hann helst inni með rauðljósin og þá köllum við þetta sem sagt gult með rauðu. Kemst þetta allt fyrir? Nei. Gult með rauð, ok? Það er gult m.rautt eitthvað svoleiðis. Þetta skilst líka og svo tökum við bara snertu frá til dæmis M1 þegar hann er kominn inn og gerum hvað? Þegar gult með rauðu er komið inn þá setjum við það inn á tímaleiða, ekki satt? Þá tökum við bara snertu úr M1 út á næsta tímaleiða sem að heitir TT2, já, alveg rétt og setjum hann á 1 sekúndu. Þetta á eftir að gera mjög hratt, við verðum að spóla af staði ef við verðum á þessu ljósum. Skulum sjá, og þá kemur snerta úr tímaleiðanum
og við köllum hann þá hérna, já ég segi bara þá ein sek. Þá kemur grænljósið. Sko set Q3 segjum þá hérna, þetta grænt. Ég ætla að hafa Q2 gululjósið samkvæmt tengiskráni. Q3 hérna, Q3 grænt. Þess vegna hefði það hérna. En var M1 ekki gululjósið? M1 gululjósið, en hann tengist ekki út úr inntölvunni. Já. Og við ætlum að hafa annan innri útgang, það gult eftir grænu, sem að við tengjum líka út á Q2 sem gula ljósið. Ok, þá það grænt og það fáum snertu frá græna útganginum út á tímalega. TT3 komið þá næstur og já, ekki að hafa þetta bara sama tíma, hann T1 var 5 sekúndur. Jú, við höfum þetta bara 5 sekúndur. Og snertu úr honum T3 segjum líka hérna 5 sekúndur og það er eftir grænljósið þá eru 5 sekúndur, svo kemur þá út á gult eftir grænt og það hinn innri útgangurinn sem ég ætla að nota, það væri þá M2 marker nummer 2 og ég segi hérna bara gult eftir grænt, ég segi bara eftir svona, þetta komst fyrir gult eftir grænt og þegar gula eftir græna búið þá fer það inn á tímalega. Það þá M2 hérna. TT4 og hann 1 sekúnda. Var búinn að merkja þarna efst uppi hjá mér og já, það segir bara hérna 1 sekúnda. Svona þá Það T4 var 1 sekúnda? Já, ég ætla að hafa T4 það bara gult bara stuttan tíma eftir grænljósið. Og eina sem ég eftir að gera, ég eftir að tengja út úr inntölvunni eða stýrileiðanum gula ljósið. Ég með M1 og M2 sem að ég þarf að setja hérna. Hvort á ég að hliðtengja eða raðtengja M1 og M2? Ekki hliðtengja? Jú, já, það annarkvort geti gefið út á. Þá set ég bara venjulegan útgang hérna fyrir gululjósið, Q2, því að það eru þessi 2 innri útgangar sem að stjórna gula ljósinu, M1 og M2. Það hliðtengist hérna, svona. Svo ætla ég bara að hafa neðst hérna stopprófa, I2, sem að slekkur á allu saman. Hérna reset Q. Já, 1. Þarf ég að hafa meira? Já, kannski reset Q2. Nei, reset Q3. Svo að ég bara hafa hérna, hérna sett á M-inu einhvers staðar.
Þú þarf ekki að hafa þetta með, Það er annað ekki að halda stilli, eða? jú, ég verða að setja sett hérna á M2, það er rétt. Það þarf ekki að vera hérna gult með rauðu vegna þess að rauðljósið er inni með gulljósinu, en hérna í M2 þá verði ég að setja set reset, set skipun til þess að það haldist gulljósið eitt og sér. Það er alveg hárrétt og allt í leið. Í skipstjórnar smábátarafni? Jú, það er uppi á næstu hæð. Já, allt í leið. Og hérna þannig að við þurfum að taka þetta út. Áttu þetta sett á M1 líka? Nei, af því að rauðljósi heldur M1 minni. Svo dettur út þegar grænljósi kemur inn og grænljósið heldur bara þessum þar til að, já, heyrðu. Býttu nú við, grænljósið þarf að fara út. Hvernig fer grænljósið út? Við erum að resetta grænljósið. Eitthvað Q3 resetta? Nei, þegar T3 er búinn, þá þarf hann að taka út grænljósið. Þess að gult eftir grænt, þegar það er eitt á sér, þá fer út, þá bætum við hérna við, þá slökkum við á grænljósinu. Af því að grænt verður að haldast inni. Þá verður að setja reset á Q3 hérna. Hérna þurfum við að setja Q3. Voru þið einhvers staðar búinir að resetta rauðljósi líka? Nei, það er rétt. Við vorum ekki búin að því. Það þurfum við að gera þegar við setjum græna ljósið inn. Það er alveg rétt. Þá búum við til pláss hérna fyrir neðan græna ljósið. Sjá hérna add circuit connection og segjum hérna reset Q1 og tekjum hér. Svona, þá ætti þetta sem að fara að koma. Þessi kemur inn, setur inn á gululjósið með rauðljósinu og það er í 1 sekundu með því. Þegar sá tími líðinn, þá kemur græna inn og það slokknar á rauða. Og Q3 snerta úr grænljósinu kemur þá hérna, setur inn á T4. Þurfum svo ekki að resetta M2 einhvers staðar líka? Jú, býtum við. Jú. Hvernig grænt verði út og gult með rauði. Hérna þarf ég að setja, nei, ekki hérna. Hérna komið sett og gult eftir grænt. Þegar að það er inni á tímaleðanum, þegar að tímaleðan er búin að telja, já, ég ekki bara setja línu hérna fyrir neðan. Þegar að tímaleðin er búin að telja hérna, T4, þá bara setjum við reset á M2. Er það ekki upplagt? Setjum við reset á M2 hérna. Og M1 eða M2 er inni, þá kviknar gula ljósið og ég skrifa hérna bara gult. Og var ekki, já, rautt var komið hérna á grænt og gult. Já, hvað segir ég? Ef ég að reyna að prófa þetta? Þú átt eftir að tengja hana Q3 í 2. Já. Hvað er ekki að hafa? Og ég ætla að taka út fleira, einmitt.
takk fyrir þetta. Ég ætla að taka út M2, þá ég reset M2, reseta rauðljósið, grænljósið og M2. Ég þarf ekki að reseta fleira, er þetta ekki komið? Held það? Prófa þetta. Ég meina við sjáum það. Já, við sjáum það þegar við prófum þetta. Og nú ætlum ég að breyta rofanum þannig að það sé startrofi S1 í 1. Þá setjum við startrofa í 1 S1 og I2 er stopprofi normally closed. Svona. Þá getum við sett í gang. Og þá fylgjumst við aðeins með þessu. Kannski þurfum við að lengja tíma, sjá til. Hérna kemur græna ljósið, loksins. Nei, rauða ljósið sé. Byrjum alltaf á rauða ljósi. Gult með og svo fór það út og græna ljósið kom inn. Græna ljósið fer út, rauða ljósið, gula ljósið er örlítinn tíma og svo ekki grænt. Og svona gengur það þá koll á kolli. Var þetta endalaust rauð? Nei, lýsir Já, mér finnst þetta bara allt endalaust. Ég hætti ekki glemt í endalaust gult í lokin. Já, svo skoða það. Það geti verið að hjá ykkur. Ég held að það var bara búið reset hjá mér, sko. Skoða aðeins niður í end. Já. Þetta er nóg, aðeins lengra. Aðeins lengra niður í mig. Svona. Það Þetta er öll rásinn. endalaust lúk hjá mér þarna í línu 13 og 14. Það sem að M2 heldur inn í Q2 endalaust í lokin. Já, fer M2 ekki út. Nei, ekki í lokin. Býtu nú við, já, býtu nú við. Af hverju gerist það? Já, M2 er með reset hérna. Já, þú hefur kannski ekki tekið eftir að ég tók snertu úr sérstaklega, bjóð til sérstaklega línu hérna. Hérna númer 12 hjá mér. Já, T4 M2R. Já, Jú, mín er svona líka. þú ert með þessa, Já. en samt fer ekki gulljósið út. Helst það inni, er það svoleiðis? Já, bara í lokin. Alveg í lokin á, ok. Settast ekki í... Núna erum við búin að prófa rásina, þannig að þá er það síðasti liðurinn hérna, já, sem sagt, sko það væri bara fínt ef við getum sko sett inn sem sagt stigaritið þannig að þið visti þetta sko sem, býttu nú við, save as. Ég var að skila inn í verkefni sem PDF stíður þetta. Já, sko PDF og kannski líka bara jafnvel sko þessari keyrslu skrá, svo easy. Jú, þetta er allt í lagi, já, þetta eru hérna stigaritinn, jú, þú setur það svona inn sko. Já. Það var líka í PDF. Nei, það er, já, sko ég var bara að spekulera af því að þetta kemst ekki allt saman fyrir á einu skjali, þá bara að senda inn PDF skjal af stigaritinu og jafnvel keyrslускrána. Keyrslускrána sko hérna, þú segir bara file save as, sem sagt umferðarljós og hérna. Það var komið PDF skjala þessu? Já, málið er að þá ferðu sko inn í, þegar þú ert að skila þessu, þá nærðu í skrána sem að heitir umferðarljós og endar á .eas. Af því þetta er easy, þetta heitir það upprunalega. Þá er það .eas. Ef ég, hjá mér heitir það umferðarljós .eas. Flott að skila þeirri skrá líka því að þá hérna get ég opnað þetta og séð þetta í forritinu sjálfu, sko, í Microsoft.
ljómandi. Þá er það bara síðasti liðurinn hérna, sem sagt, já, við glemdum þessu reyndar, endilega teikna upp myndina. Ég geti tekið hana svona beint inn í Paint, svo það bara. Já, hérna var ég með þetta. Var ég ekki búinn að vista þetta? Ég veit bara hérna. Ok, nýtt. Segi hérna. Þessa hér mynd og já, ég ætla að minnka aðeins hérna. Þetta svona niður. Áður ég drega aðeins úr þessu, svona þetta allt í lagi. Svo bara teiknum við stopprófin. Já, það er kannski ekki alveg bráðnauðsynlegt, en það hjálpar til við að skilja þetta. Svona, og tvisturinn, þá er ég svona og svona. Heyrið, þá er það útgangarnir. Þá er þess að frá þessu Q1 inn á rauða ljósið, frá Q2, það er það smá bil á milli, svo að þetta kemur hérna svona. Já, næra hann alla leið. Svona. Tegjum þetta svona saman og Q3 er hérna. Gæti í sjálfu sér fært þetta til svona. Ok. Tengjum þetta saman og hafið þið notað hérna fötuna nokkuð tímann? Bara í stend. Já. Og svo er náttúrulega gula ljósið hérna. Og græna, það er spurning hvað er betra. Þetta sést eiginlega ekki. Já, svona. Það er skýra. Þetta er alveg. Já, þetta gengur. Og þá tökum við þetta bara saman. Er þetta ekki bara búið? Jú, þetta er búið að ganga alltaf þess að hérna. Þá segi ég hérna Ctrl A til þess að velja allt saman, Ctrl C og þá fer ég yfir í verkefnið. Ég get náttúrulega bara tekið út þessa mynd hérna og sett inn í staðinn, það er einfaldast. Og þá er bara tengiskráin klár og þá er bara Arduino hlutinn eftir. Ég hérna prófaði þessa slóð og hún er að virka ennþá. Þannig að það er einhvers staðar. Var ég að slekka þessu aftur? Það er einhvers staðar í gangi. Já, þetta er líklega hérna. Já, hérna er það. Og hérna það eru margir búin að eiga við þetta. Setja upp svona umferðljós og það er náttúrulega væri hægt að forrita allt mögulegt og við erum svona að taka fyrstu skrefin í því að
fara í þessara C-forritun. Og hérna fáum við hérna Arduino, það var sniðugt að tengja þetta hérna upp og hérna þetta inn í FreeSync og síðan að prófa þetta á borði. Auðvitað, þetta er alveg nóg að setja upp hérna þessi 3 ljós eins og við gerðum í inntölunni. Og ef að menn hafa tíma þá er svo smart í lagi að setja hérna með fleiri ljósum. Með þess að þá er þetta sennilega 2 áttir. 2 akstursstefnur væntanlega. En við bara prófum að setja þetta upp þá eins og þetta hérna er. Sko með þessum rofa byttum nú við. Það er bara hvenær maður til að breyta ljósunum. Þannig að já. Þannig að þið hérna megið alveg hafa þessa útfærslu hérna allt í góðu lagi, það er bara frjálst. En það væri fínt að hérna teikna þetta upp. Og prófa þetta. Þá setjum við hérna, já, þið eru með þetta á skjáborðinu, er það ekki? Þetta forrit hérna FreeSync. Sjá, ég þurfist, já, við hérna höfum verið að nota sýndarvélina við þetta, er það ekki? Já. Svo er það vist hægt að ná í FreeSync. Já, já. Ég var búinn að hérna útskýra það fyrir þér, hvernig hérna var þetta ná þessu aftur, í stað fyrir þetta gamla hérna 64 bita sem þú varst með inn á einu. Já. Útskýra þetta. Já. Það getur þú fundið þetta. Mér minnir að ég hef verið búinn að skipta slóðina. Sigurður, Já. ég var alltaf fyrir mig með heimadalinn 5. Sem sagt að ef við förum yfir þetta þá er komin nýr linkur hérna undir 64 bita FreeSync og þá opnast þetta hérna sem er eitthvað Tile Horse hérna síða og þá fer maður í Select Version og þá velur maður FreeSync 093B 64 bita. Þá gerist eitthvað. Þá smellir maður á þetta hérna, eða hvað? Já. Já, ok. Og bara extra þetta. Extra maður út einhverja auglýsingu eða ekki? Og þá sér maður það hlaðast niður eða hvað? Það er ekki einu sinna. Einu sinni? Start download. Hérna start download. Já, hérna kemur nafnið á þessu. Yes. Og þá fer skráið niður. Hvort þú láta vírusum að gera yfir þetta? Já. Já, smess og þess eins og. Og láta skanna tölvuna áður við opnum þetta. Er það ekki eina ráðið? Að hlaða þessu fyrst niður áður maður getur gert, en ofta eru sem sagt vírusvarnirnar þá líka í að fylgjast með hvað er að koma inn á vélina. Já. Þá er ágætt, þá á ég þessa útgáfu. Já, við erum að fara þessu þetta er bara ekki með það og ég var með 64 bita útgáfu á vélinni hjá mér
Ég man ekki, var eitthvað vesen með það? Eða hvað gerði ég í síðustu tímunum? Var ég alltaf á sýndavélinni? Munið, nei, þið munið ekki. Ég held ég hafi stoppast einhvern tímann, sko, ég ætla bara að opna þessa hér. Sko, já, hérna er Open Recent Files. Ég hef verið með ýmis konar, ég hef verið með 3C3B hérna inn í þessu forriti. Þannig að þetta virðist að vera í lagi. Ég segi hérna New. Þá tekur það smá stund að útbúa það og þá kemur það hérna. Og þá getum við sett inn, já, er það þarna sett vinstra megin. Það er líka spurning hvort maður getur valið eitthvað minna bretti. Ég er ekki alveg búinn að skoða það. Það er þannig niður í hægra hófinu, einskvæmt og svona bröðbók. Þú getur sett size þarna, sem er full blue. Já, þetta hérna. Minka þarna með... Bara farið í mini eða... Já, þá fer hún bara alveg í mini. Já, það er ekki bara í klæning, sko, það er alltaf líka. Já. Pröfa halv, veitum við það? Já, halv. Já, það getur verið sniðugt. Halv plus, það getur líka verið. Já. Þannig að þá hefur maður gott pláss sem sagt til að sýna þetta. Þá tökum maður bara Arduino og þá hefur maður allar ljóstíðarnar og það þá. Ég held að sé ekkert hérna mikið af íhlutum sem að okkur vantar að sjá. Nei, þetta er bara 3 ljóstíðar, þannig að þetta er mjög einfalt dæmi. Og 3 viðnám. Það er ekkert nýtt í þessu. Þannig að það á að vera fljótlegt að finna þetta allt saman. Já, ég hef verið með hérna Potensio síðast. Þá fer maður bara á Core. Maður tekið 3 viðnám hérna. Þau eru 220 ohm. Og svo er þessi, þá fer maður í output og þá eru það ljóstíðarnar sem eru þarna strax. Og snúa er strax alveg rétt, já, það virðist vera. Hann fer hérna bara alveg, nei ekki, jú, hann fer alveg til vinstri með díóðana. Og þá er það næsta, setja svona smá millibili. Þetta var gula. Þá setjum við hérna, veljum litin hérna, yellow. Já, og svo græna. Græna, býtum við, hvað er þetta? Red, já. Green, svona. Já, allavega í dökkrænt. Svo þetta er tiltölulega fljótlegt að setja upp. Og svo er hérna bara að snúa þessu hér. Það verður rotate right, clockwise. Já. Það er að fá 45 gráða fót líka. Og þá kemur þetta svona. Og þetta er tiltölulega fljótlegt að tengja upp. Mínusinn settir þarna. Hérna er ground, já, sem hann setur á efri hérna. Og eftirleikurinn er auðveldur fyrir ykkur að gera þetta.
svo kannski í einhverjum næsta tíma þá kannski eigum við þetta til upptengt og þá getum við prófað þetta. Hvað er þessi tölvu? Þannig að kubbin? Kubbin? Já, hvað er það? Ég meina, það eru útsjópa. Þessi? Rödd og við þurfum ekkert að tengja þarna upp á þetta. Jú, út af mínusnum. Já, ok. Það má líka bara færa hérna mínusinn hérna niður. Það þarf ekki þannig til að gera þetta svona. Og hann kom með eina hálf ótengda spurningu. Já, já. Ég var bara að velta þess fyrir mér með plús- og mínusrásurnar sem eru efst og neðst á brauðbrettinu. Já. Af hverju eru þær láréttar á meðan allar hinar rásurnar eru lóðréttar? Jú, það er til þess að hafa auðvelt með að tengja bara plúsinn hérna niður á til dæmis plús á ísirás eða eitthvað slags og svo mínus inn á. Sko þannig að þú hafir allstaðar frá vinstri til hægri fljótan aðgang að plús eða mínus. Svo áður fyrir þá eins og brettin sem við erum með hérna í hillinum og erum að nota dagstaglega í 300 áfanganum eða hérna já í rafmagni B að þá er bara ein lína sem við höfum bara plús þá ofanverðu og ein lína neðri sem er mínus. En það eru svo sem engar harðar reglur. Nei, þetta er bara þannig að menn hafi menn hafa bara komist að raunum að þetta er þægilegasta hönnunin, sem sagt þægilegast að nota þetta svona. Því að sko skinnurnar sem að liggja út frá miðjunni eru akkúrat til þess að tengja pinnana frá ísirásinni eða fyrir alls konar ísirásir. Getum verið þess vegna við með ljóstengi eða timer eða aðgerðamagnara, hvað sem er. Þetta eru alls konar kubbar sem að passa bara akkúrat hérna inn á milli. Þannig að þetta er mjög góð og þægileg hönnun á þessu. Já. Þannig að þið hérna dundið ykkur í þessu og nú er tíminn bara að vera búinn, eða ekki? Eða hvað? Eða líður að því? Já, ok, flott. Nei, ég er bara að hugsa ef að það er engin núna svona eitthvað órólegur að fara eitthvað fyrr, þannig að það er alltaf leið. Það var alltaf leið. Ég bara ætla að klára þetta hérna og hérna, þannig að núna er ég breyti aðeins myndinni, sjáu þið það kannski þarf ekkert að fara endilega með bæði plús og mínus upp líka. En ég tók bara línu hérna frá og niður í mínus hérna. Það er allt í lagi að gera það líka. En svo er að tengja straumin á öll viðnámin. Þetta fór í hvað? 7, 8, já. Svona. Og þessi verður græn. Og er þetta ekki bara alveg í röð? Ég sé ekki alveg myndina hérna strax. Jú, þetta er bara 8, 9 og 10. Akkurat, og það er bara spekulegur ég með nógu mikið pláss. Það er að hafa þessa hérna. Og hún verður gul. Svona. Og
síðast var það rauða hérna. Þá er bara eftir að vita hvernig skematiska myndin kemur út. Auðvitað getur maður sleppt í að tengja þetta hérna upp og tengja þetta bara upp í skematísku hlutanum. Það hefur maður stundum gert fyrir þess að þetta fari ekki í eitthvað rugl. Svona er það sirka gott. Svona. Og þá er bara að vita hvernig þetta er. Já, allt út og suður hérna, en kannski hægt að koma einhverju viti fyrir þetta. Svona. Þannig að ætti að vera 3 móstöðar hérna. Ok. Já. Já. Við skulum sjá. Já, það er hægt einhvern veginn að það er þetta til, þannig að þetta sé í línu og svo höfum við hérna mínusin hérna inn á ground. Þetta taka allar dióðar svona til dæmis. Hérna verðist vera sko að öll viðnáminn að hrúast yfir á sama staði. Sjáu þið. Hérna væri þetta að fara í flip. Sjá ekki þetta, já, flip hérna horizontally. Nú. Ok. Já, hérna sleppa því. Did undo flip, já. Já, það er hægt að taka þetta einhvern veginn svona í sundur. Já, þetta er svo margar. Ég smelti hérna á rotate líka. Og lagast þetta eitthvað aðeins. Tekið þetta í sundur. Ég ætla að prófa samt að fara í flip horizontal. Já, jú, núna tókst það. Og þetta hérna ætti að vera þetta nú að snúa þessu. Já, þetta er alveg 180 gráður. Rotate 90. Þannig að það verður hægt að laga þessu svona upp. Þannig að þetta kemur alveg. Þannig að þetta tengist svona. Útgangarnir eru þarna, já, svona. Við. Svona. Og þá er eftirleikurinn auðvitað að raða þessu upp. Það er rauninni ekkert annað inni í rásinni heldur en þetta hérna svona. 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 Þetta náðist að tengja þetta upp svona. Þetta er bara 3 ljósdíóður með 3 viðnámum, 3 útgangar hérna sem tengist inn á og svo jörðin, 4. Þannig að þetta væri hægt að taka síðan bara þá í snipping tool. Sjá hvar hérna njú, já. Svona, copy og beint inn í skýrsluna. Ef ég finna hana hérna, heimaverkefni 5. Hérna er það. Teikningu.
teiknur rás með forritunum Finishing, þá kemur hérna og síðan var einhver kóði hérna á ferðinni. Já, þetta var hér, kannski var eitthvað meira hérna. En hérna, Já. vantar ekki plúsin í þessu rás? Það er A5 á. Vantar plúsin í rásina. Við skulum skoða það. Hvar var ég með þetta aftur hérna? A5, efst uppi. Hérna 5 volt, ertu að meina það? Ekki plúsin? Jú, þurfum við að nota hann sko nema sem sagt inn á plötu, skilurðu. Sko, þetta bara notað til þess að tengja inn á sem sagt tilraunaplötuna sem kallar breadboard og við þurfum ekki að sýna það hérna því að hér værum við bara að kannski að búa til prentplötu með þessu hérna og svo tengjum við inn á þessa útganga hérna. Þannig að skulum sjá, hvað vorum við að gera með, við vorum ekkert að tengja rauðu. Sko af því að í seinna þá kannski notum við það þess að við ætlum að hafa rofa. Sjáðu hérna. Þannig að við notuðum ekkert í fyrstu myndinni plúsin inn á plötunni, inn á tilraunaplötunni. Þannig að það er í rauninni bara að vera að undirbúa eitthvað, hafa þetta tilbúið. Þannig að fyrst þetta ekkert nota, þess vegna þetta bara þetta öll rásin. 3 viðnám, 3 ljósstjóður og Arduino brettið sem tengt er inn á 8, 9 og 10. Búið. Svo bara einhver sæmilegur kóði, það er búið að taka hann hérna í sundur svolítið og reynda að fjalla hann, skilgreiningarna hérna fyrst, rauður, gulur og grænn og síðan er setup hlutinn að segja að útgangarnir, red, yellow og green eru útgangar og síðan kemur lúpan, þannig að þá bara gengur hérna á milli tíma, tímar eru settað inn á milli hvaða ljósin eiga að vera loga lengi og þá eru komin gegnum þessa. Já, síðan er bara einhverju bætt við, hérna það er smá önnur útfærsla af þessu og síðast er hérna með 6 ljósum. En við getum sagt þetta gott í dag, tíminn er líka búinn. Yes. Ég þakka fyrir bara. Takk fyrir tíma bara. Já.